Komið sæl og velkomin í Grænvarpið. Gestur minn í dag engin annar en Sigurður Guðjónsson, fiskifræðingur, sem hefur rannsakað fisk, meira og minna alla sína starfsævi. Það ekki rétt? Velkomin, Sigurður. Jú, ég get víst ekki neitað fyrir það. Það hefur verið svona minn vettvangur. Geturðu rakið aðeins þennan feril? Af því að hann er nokkuð merkilegur. Ég veit það nú ekki, en ég sem sagt var í mínu námi, þá hneigðist ég snemma að blautudeildinni. Allt sem var blautt, og kalt var spennandi og fékk snemma áhuga á fiskum og lærði töluvert fiska á mínum námsferli. Hvar lærðir? Ég tók líffræði hérna heima. Síðan lá leiðin til Kanada, þar sem að ég var í Dalhousie í Halifax og Nova Scotia. Tók þar meistarapróf fiska. Svo fór ég alveg yfir á vesturströndina til Oregon, þar sem ég lauk mínu doktorsnámi. Tók reyndar íslenskt verkefni laxa og vistfræðilega flokkun á ám. Og þarna var svona, Síðan lá leiðin inn á Veiðimálastofnun og þar starfaði ég að rannsóknum á sporðfénaði og var þar þangað, endaði í því að vera þar forstjóri. Og síðan þegar Veiðimálastofnun og Hafrannsóknastofnun voru sameinaðar, þá var ég yfir nýrri stofnun og þegar því ævintýri lauk, þá lenti ég í verkefnum fyrir Landsvirkjun sem endaði með því að ég starfsmaður hér. Já, svona getur maður lent í ýmsu. Jú. En þá langar mig nefnilega að spyrja út í það, vegna þess að fiskurinn eitt helsta áhyggjuefni sem maður heyrir svona í kringum tilvonandi Hvammsvirkjun. Það að segja ótti við að hún muni hafa áhrif á fiskigengd og mögulega á leið seiðanna niður ána, lífslíkur þeirra. Hvernig hefur verið brugðist við því? Geturðu svona farið aðeins yfir það, þessar straumfarsrannsóknir og hvað liggur því til grundvallar að Landsvirkjun telji sig geta sagt með nokkru vissu og það verði allt í lagi með laxinn? Jú, nú stórt spurt og sagan dálítið löng. Þjórsá hefur verið rannsökuð mjög lengi, alveg frá því 80 og eitthvað. Og ég kom að rannsókn á Þjórsá sennilega í kringum 88. Þá var í rauninni verið að kanna hvort að það væri góð skilyrði fyrir lax fyrir ofan Búða, fossinn Búða og Hestfoss, af því að það voru sem sagt ákvæðum að Landsvirkjun myndi bæta veiðibændum í kringum ána fyrir hugsanlegt tjón af völdum virkjanna upp á hálendinu og menn vildu vita hvort það væri viti að reisa þarna fiskistiga. Nú, sú rannsókn leiddi í ljós að stofninn myndi sennilega nálægt því tvöfaldast ef að þetta væri opið fyrir göngufiski, sem að reyndar varð raunin mörgum árum síðar. Nú síðan kvikna áform að halda áfram að virkja Þjórsá, neðan við Búrfell og þar voru hugmyndir 2 eða 3 virkjanir eftir útfærslum. Það sem nú heitir Hvammsvirkjun er efst af þeim virkjunum og þá fór náttúrulega fram umhverfismat og allt það sem að tilheyrir þegar menn ætla í slíkar framkvæmdir. Og það sem sagt kom í ljós að það þarna töluverður hluti laxastofnsins sem nú sem að 30% eða svo sem að á heimili fyrir ofan þarna Hvammsvirkjun og þá var að koma fiskinum upp og niður og það sem að vel þekkt á Íslandi að reisa fiskvegi og menn höfðu náttúrulega reynslu af fiskvegi í Búða og það var gert ráð fyrir þá fiskvegi
í Hvammsvirkjun. Það sem fullorðinn fiskur sem er að koma tilbaka, getur hoppað upp. Já, fiskur sem er að koma úr sjó og ætlar að hrygna fyrir ofan stífluna. Hann kemst á þennan fiskveg. Í fyrstu var ekki gert ráð fyrir seiðafleitu eða neinum sérstökum ráðstöfun til að koma seiðum framhjá virkjuninni til sjávar. En á seinni stigum var það sett inn, svona í kringum 2012 eða svo, á ákveður Landsvirkjun að hafa seiðafleitu í virkjuninni. Og síðan hefur hún verið inni og hönnuð eftir bestu fáanlegum lausnum sem er þá að finna á mínu fornu slóðum í Oregon, í Kolumbíufljótinu, og þarna þetta byggir á því að eðli laxfiska seiða sem að er að halda til sjávar, að þau fylgja svona yfirborðsstraumnum í ánni á einhverju smá dýpi sem að fer svolítið eftir hversu áin er gruggug, þeim mun gruggugri, þeim mun ofar eru seiðin. Og hvernig er Þjórsárverin í því? Þjórsárverin er náttúrulega jökulvatnað uppruna, þó hún hafi lýst mikið með öllum þeim lónum og virkjunum sem að þar eru, sem að veiða jökulaugurinn úr ánni. En þarna fara seiðin eftir yfirborðslæginu og það er fleytan staðfest fyrir ofan opið til virkjunar og veiðir yfirborðsstrauminn og seiðin með. Og flytur þau svona mjúklega ofan í farveginn fyrir neðan stífluna. Og síðan halda þau bara áfram sína leið til sjávar. Og þetta er laust sem að er vel þekkt í Bandaríkjunum og hefur verið notuð víðar. Já, þannig að það er komin töluvert reynsla á þetta þá við á einhverju leyti svipaðar aðstæður eða hvað? Jú, og menn horfðu dálítið á það í fyrstu og kannski sem orsakaði það að menn voru ekki með fleitu í fyrstu útgáfunni, að þú getur valið vélar sem eru fiskvænni en aðra vélar. Og það byggir bara á því hversu mikið op er á milli spaðan á túrbínunni, á hverlinum. Og svo kallar Kaplanvélar eru með 3 eða 4 spaða, tiltölulega mikið bil á milli. Það snúast tiltölulega hægt miðað við aðrar vélar eins og Francis, sem eru með marga spaða og snúast hraðar og oft hraðar, og þá er sénsinn að sleppa á milli minni. En vandinn kannski sá sem að menn sá í Ameríku, það er ekki nóg að vélarnar séu fiskvænar, seiðin vilji ekkert fara þarna niður til að komast yfir þessa hindrun og verða innlyksa í... Vilja ekki fara í gegnum túrbínu? Nei, vilja ekki kafa til að komast niður. Og það er eðli laxins að leita yfir hindranir. Og þess vegna er nú svo mikilvægt að hafa svona fleitur. Og þannig að ef við verðum að glíma við aðra tegundir fiska þá geti lausnin verið einhver allt önnur. Áll til dæmis skríður með botninum þegar hann er á leið til sjávar og þá eru gjarnan sett göt neðst í stíflur til að hleypa álnum niður. Já, einmitt. Þannig að það er ýmsar lausnir. Já. En laxastofninn, það er náttúrulega sjövirkjanir fyrir í ánni, en laxastofninn hefur stækkað. Jú, hann hefur elst af tvennum ástæðum. Menn voru að veiða lax í Þjórsá, þá mest í net, bændur lögðu bara sín net, veiðin var mest við Urriðafoss. Það sem að er Þjótandagilið og Urriðafossin eru svona göngutöf. Fiskurinn fer það ekki nema áin sé tiltölulega tær og ekki mjög mikil. Þannig að hann staldraði þar við og veiddist vel. Nú, síðan var stangveiði þá aðallega upp í Kálfvog sem er bergvatnsá sem að rennur í Þjórsá.
Veiðin þar byrjaði tiltölulega seint, þetta var svona síðsumas veiði, svona seint í ágúst fór að veiðast upp í Kálfá, þá var laxinn mættur þangað. Já. Þetta voru einhver hundruðir laxa, en síðan þegar virkjanirnar koma inn í Þjórsá með sínum lónum og veitum og miðlunarlónum, Hágöngulónið og Þórisvatn, þá minnkar jökulburðurinn í ánni. Rennslið jafnast og þá batna lífsskilyrði fyrir laxins og við þetta eykst laxaframleiðsla árinnar. Og annað að hann gengur hraðar upp, veiðin í Kálfá byrjar fyrr en gerði hérna áður fyrr. Gengur hún hraðar upp bara þegar hún er tærari? Hún er tærari, það er bara auðveldara að komast upp. Ferðast, já. Og síðan náttúrulega eins og ég nefndi það áðan, þessi laxastigi í Búða hefur tvöfaldað sem sagt, búsvæði laxins og þar með stekkar stofninn. Það svæði er núna fullnumið samkvæmt þeim rannsóknum sem að fara fram árlega í ánni. Og þarna er sem sagt þessi tveir þættir að minnsta kosti hafa fjórfalda stofninn ef ekki meira. Fjórfalda stofninn sem sagt frá því var byrjað að virkja? Já. Já, og það er nú alveg búbót. Já, það hefur alveg gert helling fyrir bæði fiskinn og eins veiðibændur. Já. En þá skiptir líka náttúrulega miklu máli að með hverju nýri virkjun sé tekið tillit til þessa. Og þá erum við náttúrulega reynum að vanda okkur eins og mögulegt er í Skalisíðar Hvammsvirkjun. En hver er reynslan, af því að nú veit ég þú þekkir Þjórsá vel og þú ert með doktorspróf í laxi, en í öðrum ám þar sem eru vatnsaflsvirkjanir, hvernig hefur veiðin verið þar? Jú, það eru flestar okkar virkjanir eru upp á hálendinu, það sem er ekki göngufiskur. Staðbundni stofnar víða. En við eigum þó nokkur virkjuð vatnsvöll, það er Blanda til dæmis, það sem ég hef nú tekið nokkur skrefin að elta fisk og fylgdist vel með virkjun Blöndu og öllum þeim breytingum sem að þar urðu. Þar gerðist það líka að virkjunin hafði sömu áhrif, það minni jökull og jafnar rennsli og laxastofninn óx og veiðin líka. Nú í Laxá er virkjun sem að hefur, og mér segja, hún er virkjuð í þremur þrepum. Laxá 1, 2 og 3. Já, 1, 2 og 3 og virkjunin sjálf er ofan við fiskengasvæðið. Hún er í eðli sínu bara rennslisvirkjun, það er engin miðlunarlón eða neitt, þannig að hún hefur sáralítil áhrif haft á fisk þar. Nú, sama má segja sogið, það er að vísu fór efsti hluti sogsins á þurrt og hafði örugglega einhver neikvæð áhrif í byrjun. Nú, síðan er náttúrulega mikil breyting fyrir austan og þar erum við með eiginlega, þar höfðum við áhrif með Kárahnjúkavirkjun, höfðum við áhrif á jöklu eða jökulsá á dal eða brú og svo Lagarfljót. Og þar er náttúrulega miðlunarlónið Hálslón og sem að safnar vatni úr jöklu og því er veitt yfir í Fljótsdalsvirkjun. Og þá kemur gruggugra vatn í Lagarfljót og meira vatn en var. Aftur jökla er laus við jökulinn nema örfáar vikur á haustin og þar hefur laxastofn náð sér vel á strik, að vísu með hjálp í byrjun, það sem var sleppt seiðum. Seiðsleppingar, já. En núna er hún að verða meira og meira sjálfbær og þarna eru einhver, ef ég mann rétt tölurnar í sumar með veiði, 1200 laxar eða svo, sem er bara, setur hann í flokk með bestu ám landsins, sem er náttúrulega mjög skemmtilegt að fylgjast með og laxinn á enn eftir að nema efsta hlutan á jöklu, þannig að hún getur bætt við sig. Nú, þessi stutti tími þar sem yfirfallið fer
á hana, virðist ekki skaða lífríkið að neinu gagni. Fer kannski eftir þá nú óvinni stutt í ár en stundum það einmitt eins og segir. Veiðimenn voru mjög glaðir í sumar eða haust öllu heldur. Þannig að sér hvernig hagsmunir eru. En aftur kannski hinn hliðin að Lagarfljót lífríki þar hefur dalað. Það meira grugg og meira vatn sem að þýðir að framleiðslan hefur dvínað og fiskstofnarnir líka. Hvaða fiskur það? Það mest silungur. Það bæði urrið og bleikja. Meira bleikja sem að það var nú mest svona netaveiði nytjar bænda og þar hefur fiskur minna af fiski og hann heldur smærri en hann var. En það svona komið í eitthvað nýtt jafnvægi, það á ekki eftir að versna frá því sem nú er. Það mikill samdráttur? Það náttúrulega erfitt að mæla það því að veiðiskýrslur eru frekar svona, þær voru ekki mjög traustar eða ítarlegar en bara tilraunaveiðin sem hefur verið stunduð þannig hún segir þessa sögu líka. En hvaða tölur ég á nefna, það veit ég ekki, en það eru til ágætis afli á sóknareiningu hefur farið niður og meðalstærðin á fiskinum hefur líka minnkað. Það bara verri skilyrði, hann hefur það ekki eins gott fiskur þarna í Lagarfljóti. Og hægt að gera eitthvað til að vinna með þeim, þar sem einhverja mótvægisaðgerðir? Jú, það var sett í gang verkefni með veiðifélaginu á svæðinu, veiðifélag Lagarfljóts, það sem að reynt að koma upp laxveiði í hliðaránum. Þá Eyvindar á, Grímsá og Keldá. Og þetta nú svo sem gamall draumur manna þarna fyrir austan að koma laxi þar upp og sínu tíma var byggður laxastigi í Lagarfoss. Það einn af fyrstu laxastigum Íslands, 1931. Og hann var nú endurnýjaður þegar virkjun var sett í Lagarfoss, Lagarfossvirkjun, sem var nú reyndar stækkuð svo þegar kom meira vatn í fljótið. Og þetta nú svona metnaðarfullt verkefni, þannig hefur verið sleppt seiðum og reynt að fylgjast með árangrunum af því. Það kannski svolítil von að því að Kelduáin með Kárahnjúkavirkjun og öllu því sem henni fylgdi, þá veita á hraunaveita sem að tekur efstu drauginn af Kelduá og tekur af henni jökulvatnið. Og kannski svona þetta vorflóða snjóbráðar vatn sem að endi stundum út sumarið. Það farið úr Keldá og hún býður núna upp á betri lífsskilyrði en hún gerði. Þannig að það nú kannski mesta vonin þar að koma upp laxi. Þetta töluvert langtímaverkefni sem sagt? Þetta langtímaverkefni og þarna sem sagt búið að vera að sleppa seiðum í hvað hartnær 10 ár og síðast ári var nú í sumar sem við sleppum seiðum. En síðan munum við vera að fylgjast með hvort að það komi lax og hvort hann hrygni og hvort að það komi upp náttúrulegt klak. Og það mun standa út þennan áratug. Fyrr vitum við ekki hvort að þetta lánist eða ekki. Þannig að það þarf þolinmæði og líka bara lífsferillinn langur og maður verður að hafa það í reiknidæminu. Ertu veiðimaður sjálfur? Ég var það svolítið hérna í byrjun en ég bendi mönnum á lækningu þegar ég stóð í vinnunni út í 70 daga á sumri og átti frí í örfáa daga þá einhvern veginn langaði mig ekki út í lágu mér hver sem vill, sumir skilja þetta ekki svona sannir veiðimenn. Nei, og hefur kannski bara þráð það að fá að standa út í 70 daga. Þannig að það svona var lækningin en ég fór nú alltaf og reyndi nú að smita drengina mína af svona smá veiðibakteri og
tókst með á suma. Já, suma. Já, Já, já 4, ég er ríkur maður. já, fór ríkur. Nú sagðistu verið með doktorspróf í laxi. Hver er uppáhaldsfiskur þinn? Það er nú erfitt að, sko, við búum nú, á Íslandi við erum bara með 5 tegundir af ferskvatnsfiskum. Og þetta eru 3 af laxfiskakyninu, það er laxurrið og bleikja, svo erum við með hotsíli. Við byrjaðum nú reyndar að rannsaka það hérna í eldgamla daga í skóla. Já. Og svo er það ollin sem er nú kannski með mestu svona dulúðina yfir sér, alveg stórkostlegan lífsferil sem maður getur eiginlega bara missi yfir. En ætli ég haldi mikið við laxinn samt. Hann er nú svona einhvern veginn sem maður hefur mest, snuddað í kringum. Ég held að þetta séu bara fíndis lokaorð. Laxinn er uppáhalds, bæði sem hvað maður að segja, bara sem tegund en líka til átu, eða? Jú, lax getur verið, en ef ég ætti að borða einhvern af þessum ágætu skjólstæðingum mínum. Þá verður það á hortsílið. Nei, þau eru svolítið sinnleg svona í neyslu. Og þarna eins og rósin, hún er falleg en það eru gattar. En þarna nýgengin sjóbleikja, það kemst ekkert í álkvistu við hana. Kæra þakkir fyrir að vera með okkur, Sigurður. Sömuleiðis takk. Og við kveðjum bara fram á næsta þætti.